Jæja, góður halsar, velkomin í Vörðuna. Ég heiti Sigurður og ég mun vera, talandi þetta blessaða líf okkar í Vörðuskóla, skólanum. Þú veist, fólki sem alltaf í couchsnum og alls konar þannig. En já, ég veit ekki alveg hvað ég ætla að ræða núna í fyrstu útgáfum af þessu podcasti, þú veist, nefna það. Ég held að það sem þú reyna að gera er bara, I don't know, þetta svona tilraun hjá mér, reyna að fá eitthvað fyndið úr þessu býstiði. En já, Vörðuskóli, þetta er svakalegur skóli, fylltur af mismunandi fólki, myndi ég segja. Það er þessi basic nerd sem er alltaf á einhverju borði og er bara í tölvusinu og horfa á anime. Það er svona one kind of nerd, I suppose. Og svo erum við með social nerdan. Það er fólki sem er alltaf í sofunum. Það er alltaf annað svona, ég get verið talast einn af þessum nördum. Mér finnst mjög gaman að tala í fólk. Það er svona, kemur fyrir að ég vill vera einn, en þú veist, að tala í fólk er líka alltaf frábært. Já, svo erum við með hitt social fólkið sem er bara starfnast þar að tala saman. Já, það er stundum matsal. Það, þú veist, kemur líka fyrir að fólk fyrir matsal sem er í Vörðuskólanum. Þú veist, sjálfsagt duga stundum ekki. Þú veist, við getum ekki lifa á smákum að í lífi. En það er annað mál. Já, svo erum við með fólki sem er í grafísku miðlun og þessu upplýsingatæknibrautinni. Já, þú veist, hvað sem þetta heitir. Það fullt af þessu fólki geti ekki talist sem svona hefðbundin nörd. Það er svona eitthvað öðruvísi fólk, miðað við fólk sem er yfirleitt á tölvubrautinni. Já, þetta er svona artítýpan og ég er svona, þetta er, maður veit nú bara mjög lítið hvernig þetta fólk virkar, tala mjög lítið við það. Þetta er svona óþekkt tegund þannig séð. En við skulum ekki vera að tala það með það er bara alltaf í sínum 4 stofum uppi með 2 skjái og svona skemmtilegt. En nóg það. Já, fréttir. Það er paintball mótið sem var víst haldið í gær, dag. Það er bara, ég veit það ekki, mætti eitthvað á það, ég veit það ekki. Það er alltaf mér var búið að vera með einhverju liði, en þú veist, það er peningavandræði hjá mörgum og þá fara maður ekki að mæti þetta, þú veist. Þetta er bara svona gerist. Fólk bara velur það sem það hefur efni á og það sem það hefur ekki efni á. Það er alveg þeirra réttur að þú veist, mæti ekki á það en þú veist, þetta voru gaman, en hvað gerir maður? Já, svo er, alltaf AA-funnir, einhvern að 50 minnum ekki, ég er ekki alveg viss. Þeir eru alltaf mjög vinsalir hjá, kannski ekki alveg Vörðuskóla fólkinu, en þeir eru samtalið, fyrir fólk sem hefur vandamál stríða. Ég veit ekki alveg, meira sem ég geti talað það er alls konar hlutir sem hægt að tala á svona, í svona podcastum. Það veit nú aldrei hvað maður að segja svona í fyrsta podcastinu en að koma upp á feeling fyrir þetta, en þú veist. Já, lanið, það er mjög vissalt hjá Vörðuskóla fólkinu, myndi ég segja. Það er, ég held að koma upp plakatum nánar í svona upplýsingar einhvern veginn í næstu viku, held ég. Eða í þessari viku, hver veit, ef þau eru ekki komin upp þá, það er bara gaman að því. Þetta er mjög vinsæll atburður, eins og allir vita. Og já, það er hámarkið á þessu lani er 80 manns, ef ég man rétt, upp á þú veist, Fire Hazard. En þú veist, það er bara, þú veist, fyrstu game, fyrstu fire býstu. Allavega þá er, já,
LAN-netið að gera góð hluti. Það er bara vinna mjög hart að sér mikið þessu fólki sem bara mjög gott fyrir næstu því eina social viðburðin sem margir mæta á. Þú veist, LAN að fá fleiri betri mætingu heldur en síðustu 4 böll til samans, þannig að þú veist, það er alltaf fínt. Talandi böll, þá ég veit ekki alveg hvort það verður busaballi, það er búið að koma 2 mánuðir eitthvað að skólaárinu, en það er ekkert busaball, þannig að ég ætla að gera mér ráð fyrir að það bara verður ekki upp á, þú veist, lélega mætingu og svona. Já, þessi blessu böll er aldrei mjög vinsæll í tækniskólanum. Það er bara þannig. Þetta er ekki fyrir þetta er fyrir fertugu glæpamenn og introverts, en þú veist, þetta er bara öðru skemmtun. Ef þú vilt fara á almennilegt ball, þá ferðu ekki á tækniskólaball, þá ferðu á verslóball eða MH-ball eða MR-ball, þú veist, eitthvað annað ball myndi toppar, þú veist, tækniskólaballið 4-falt í minnsta lagi. En já, það er einmitt það, sko. Þetta er alveg, ég er alveg að fíla þetta podcast. Ég held að það myndi vera svona eins í viku, bara svona eitthvað general fréttir úr vikunni. Þú veist, þetta, ef það gerist eitthvað, þú veist, þetta getur líka bara verið allan tækniskólan, hvað er að gerast í, þú veist, matsal. Talandi hvað sem að gera í matsal, og guð minn almáttugur, heilsuvikan, ég bara veit ekki hvað skólinn er að hugsa þetta shit. Ég veit að margir eru saman mér, en ef ég er í matsal og er að borða, þá, þú veist, ég nenni ekki að fucking hlusta á ógeðslu hátalarana sem í loftinu og á eitthvað techno samba tónlist meðan fólk er að fá flókast við endan innum inngangnum. Ég skildi ekki alveg. Þetta er mjög skrítin ákvörðun að, þú veist, sumir fannst þetta skemmtilegt, margir voru ekki að fíla þetta meðal ég, maður vill ekkert vera að láta trufla sig með þeir að borða. Þetta, já, ég veit það ekki, þetta er eitthvað svona, þetta er skrítin menning, finnst mér, að vilja trufla fólk með þeir að borða. En þú veist, já, það er bara ég. Já, ég veit ekki alveg, þetta er alveg frekar. Þetta er svona bara lífið. Eitthvað meira sem við getum talað það er alveg hellingur. Já, það eru hvíti sófinn í mötuneytinu. Það er, ég veit ekki alveg hvað nemendur eru að hugsa. Ég sá inn í þetta herbyggi bara daginn, mánudaginn held ég, minnum við, já. Og þetta var mesta rugl í heimi, sko. Þetta er herbyggi er orðið núna 80% sófar og 10% nemendur á. Þetta og hvað gerir nemendur á þessu sem? Ég veit ekki alveg hvað það er að gera. Það er bara eitthvað stela sófum býst við. Þetta er eitthvað skrítið nemendur á eitthvað, sko. Veit ekki alveg hvað eru margir í því, hvort það séu eitthvað upp úr 10 manns. En já, það sem ég frétti að hvað gerðist við sófana var þú veist, af hverju þurfti að taka sófa var út af því að þeim vantaði nýja sófa. Þannig að þeir bara, fáum leyfi til að taka sófan á mötuneytinu og tökum það frá öllum öðrum. Why don't we? Því að við erum nemendaráðið og við erum að gera skólan betri, quote on quote. Þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað spes. Já, við ég veit ekki, ef við endum þetta núna, ef að halda áfram, ég held við endum þetta núna. Þetta, já, ég held að þetta format er bara audiofile, einhver vörðuskóla dæmi, ég veit ekki, random mynd, YouTube, bombusinn og þetta er afar eitthvað svona skemmtilegt.
Já, þeirri segjum þetta bara gott í bíl. Ég held að 10 myndur sé svona fýtt skamtur, maður getur hlusta á það svona eitthvað smá veit ekki alveg, þetta kemur örugglega upp alltaf á 50 bara já, 50 dagar er örugglega solid dagar fyrir svona upptíma. Það er mjög mikið af góðum podcastum eða svona dæmi til að hlusta á meðan að gera eitthvað á föstudögum, þannig að ég held að 50 dagar sé bara solid. Já, kemur upp alltaf á 50 og þetta mun alltaf vera að postast á Reddit síðuna hér tækniskólanum eða T-skóli. Já, en aftur þá heiti ég Sigurður og vonandi bara góða önn.